Gleðilegan hvíldardag öll sömul. Gleðið mig að sjá okkur hér í dag. Við skulum hefja þessa gleðistund á því að lúta höfðið saman í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að við getum komið saman hér á þínum hvíldardegi. Við þökkum þér fyrir það gleðiefni sem að að fá að sjá einstaklinga gefa þér líf sitt. Biðjum þig að blessa þessa stund og vera með okkur og alla þá sem á leiðinni og líka þá sem að heima sitja og horfa á netinu. Bið þess í Jesú nafni. Amen. Við skulum hefja stundina á því að syngja sálmi númer 13, Lofið, lofið mannssoninn. Við ætlum að fara og lesa saman ritningalesturinn sem að ræðmaðurinn hefur valið fyrir okkur í dag. Ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur. Ritningalesturinn á þessu sinni úr Mattheusar Guðspjalli, 28. kafla og 18. til og 20. vers. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himini og jörðu. Farið því og gjörir allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Amen. Við skulum lúta höfði í bæn. Ég bið þá sem treysta sig til að krjúpa með mér til bænar. Kæri himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í bæn, bæði sem einstaklingar en líka sem söfnuður. Kæri Faðir, við þökkum þér enn og aftur fyrir þennan dýrðar hvíldardag sem við fáum að njóta hér saman. Fyrir því fagnaðarefni að þessir
ástkæru einstaklingar sé að gefa í dag þér líf sitt. Kæri Faðir, við biðjum þig að þú megir vera með okkur, hverjum og einum. Þú megir leið okkur og vernda í daglegu amstri, að þú megir leið okkur nær og nær þér. Kæri Faðir, við biðjum fyrir öllum þeim bænarefnum sem eru rituð í bænabók safnaðarins, en líka fyrir þeim áhyggjuefnum og þeim bænarefnum sem hvíla í hugum okkar. Kæri Faðir, þú þekkir hverjar þarfirnar eru, þú þekkir raunirnar. Við biðjum þig að taka yfir áhyggjur og yfir að þú megir lækna og líkna, að þú megir gefa okkur skýrt og við megum finna fyrir nærveru þinni á erfiðum stundum en líka þegar vel gengur. Kæri Faðir, við biðjum þig að vera með land og þjóð, ráðamönnum og öllu því. Við biðjum þig að vera með kirkjunni hér. Við biðjum þig þinn heilaga anda að hann megi ríkja og vaka yfir okkur. Kæri Faðir, við biðjum þess að þú megir vera með kirkjunni hér á landi og viðsverum heim, þar sem aðventistar koma saman á einmitt þínum helga degi. Kæri Faðir, við biðjum þess alls í Jesú nafni. Amen. Við skulum því næst syngja sálmi númer 213, Sjá lausnarinn bíður. Já, lausnarinn bíður. Það er komið að því við tökum upp gjafir. Að þessu sinni fara gjafirnar renna þær til safnaðarsjóðs sem er nýttur til að sjá meðal annars húsnæði hér. Þetta eru sjálfsögðu frjáls framlög.
Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessar gjafir og margfalda þær að þær megi vera starfi þínu til framdráttar. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa glaðan gjafarann í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar, þá komið að við að vera með að komið barnasaga. Og hann Ósi ætlar að segja okkur barnasögu. Hello, good morning. Good morning. Halló krakkar, hola niños. My name is Josef, Ég heiti Jósef. Me llamo José. and I have 11 brothers, Ég á 11 bræður. Tengo 11 hermanos. and I have one sister. Og ég á eina systur. Tengo una hermana. And my mother died. Mamma mín dó. Mi madre murió. And I was very friend of my father. Og mér þótti mjög vænt pappa minn. Yo quería mucho a mi padre. And I always with him and he with me, and we are very, very good friends. Við vorum alltaf saman og við erum miklu vinir. Siempre estábamos juntos y éramos muy buenos amigos. But my old brothers, they didn't like that. En bræðrum mínum fannst það mjög leiðilegt að horfa upp á það. Mis hermanos no les gustaba eso. And they were doing very, very bad things. Og þeir voru mjög vondir og voru að gera slæma hluti. Eran muy malos y hacían malas cosas. And I would come to my father and say, Daddy, Dad, they were doing something wrong there. Og ég fór stundu til pappa og var að klaga þá. A veces iba yo con mi papá y les decía que estaban haciendo muy malas cosas. Sometimes they were stealing, they were lying, and I didn't like that. A veces stundum voru þeir að stela, stundum voru þeir a ljúa, a veces estaban robando, a veces estaban mintiendo y no me gustaba eso. And I would say to my dad, all that happened. Og ég fór til pappa og sagði honum frá öllu því sem var að gerast. Yo iba con mi papá y le decía todo lo que estaba pasando. And they didn't like me. Og þess vegna líkaði bræðrum mínum ekki vel við mig. Por eso mis hermanos no estaban contentos conmigo. And they didn't like me because I was the only friend of my father. Og þeim líkaði ekki því að pappa líkaði svo vel við mig. No les gustó tampoco que yo era muy buen amigo de mi papá. And one day my father said to me, can you go and see how your brothers are doing? Einn dag sagði pappi mér að fara og hitta bræður mínu og aðtók hvernig hefði það. Un día me dijo mi papá que fuéramos a checar, que yo fuera a ver cómo estaban mis hermanos, que estaban lejos. Because they were taking care of the lambs outside in the countryside. Þeir voru út í sveit að passa upp á kindurnar, estaban en el campo cuidando a las ovejas. And I said to my daddy, okay, I can go. Og ég sagði við pappa, já, ég get farið, ekkert mál. Le dije, sí, papá, yo voy. And my father said, take some food and take to them a lot of things for them to eat. Maybe they are hungry. Og pappi lét mig fá fullt af hlutum til að gefa þeim, af því þeir getur verið svangir. Y mi papá me dio un montón de cosas para llevarles, tal vez tenían hambre. And so I took many things and I took a horse and went up to meet them. Og ég tók þetta allt með mér og fór svo að hitta þá. Y me llevé todas esas cosas para ir a ver a mis hermanos. And I put these beautiful clothes that my father gave to me. Og ég fór í ofsalega fallegan kyrtil sem að pappi hafði gefið mér. Me puse una túnica muy bonita que mi papá me había dado. When I was coming near to them,
Og svo þegar ég var að koma til þeirra, y luego cuando me acerqué a ellos, I was very happy to see them. þá væri ég svo glaður að sjá þá. Me dio mucha felicidad verlos. And I took the food and said, here, Papi sent food for you. Og ég sagði, hérna matur sem pappi að senda ykkur. Y dije, aquí hay comida que mi papá les estaba mandando. But they just looked at me with very sad face and took me. Og þeir voru mjög leiðir, eða svona reiðir og tóku mig bara. Pero estaban muy enojados y me llevaron, And me put me agarraron. just in a big hole that was in the earth. Og þeir settu mig honi djúpa hólu í jörðinni. Y me pusieron en un hoyo muy profundo. And I said, oh, what happened? What are you doing with me? Og ég sagði, hvað það að gera? ¿Qué me están haciendo? Dije. I said, oh, we don't like you. Og þeir sagði, okkur líkar ekki vel við þig. No nos cae muy bien, que digamos. And they were talking there, we are going to kill him, we are going to kill him. Og þeir voru að hugsa, við ætlum að drepa hann. Estaban pensando, lo vamos a matar. And I said, oh, I start to pray to God. Og þá byrja ég að biðja til Guðs. And Empecé a orarle a Dios. And suddenly they said to them between themselves, look, come some people there, let's sell him to them. Og þá komu einhverjir og þeir sögðu, við skulum selja hann til þessa fólks. Luego vinieron unas personas y le dijimos, vamos a venderlo. And they just took me there and offered to them, and they said, yes, we're going to buy him. Og við fórum með hann og buðum hann til sölu og þeir sögðu, já, við skulum kaupa hann. Me llevaron a esas personas y ellos quisieron comprarme. And then I just saw my brothers very happy because they were selling me. Og ég sá að bræður minni voru svo ánægðir yfir því að hafa selt mig. Y mis hermanos se veían muy contentos por haberme vendido. And they just took me and I went with them and they just tied me in my hands and I was like that walking with them. Og ég var bundin á höndunum og gekk svona með þeim. Y me ataron y caminé así con ellos. And they took me to Egypt. Og það var farið með mig til Egyptalands. And there they sold me to one big man in the city. Men ég var á Egypto og ég var seldur til einhvers hátsetts manns í Egyptalandi. And start to work for him. Y me vendieron a un señor muy importante en la ciudad. His Og name ég is Potiphar. började att vinna för han het Potifar. Empecé a trabajar para él se llamaba Potifar. And he made me a chief at his home. Og hann gerði mig að yfirmanni á heimilinu sínu. Me puso como jefe en su hogar. And I was very nice there working, doing everything in his house. Og það var svo ágætt að vera þarna heima hjá honum. Yo estaba a gusto en su casa. But his wife didn't like me. En konan hans, henni líkaði ekki við mig, pero su esposa no estaba contenta conmigo. She wants to do something wrong with me. Hún vildi gera eitthvað rangt með mér. Me quería hacer cosas que no eran correctas. And I said, no, I worship God, I'll never do something wrong. En ég sagði, ég tilbið Guð og ég gera ekki svona rangt. Yo dije, yo adoro a Dios y yo no hago ese tipo de cosas. And then put me in prison. Og þá var ég settur í fangelsi. Me pusieron en la cárcel. And I was there sad now. I could not go very far because I was just there in a small room closed there. Og ég gæti ekki farið neitt, ég var bara í litlu herbergi. No pude ir a ningún lado porque estaba yo en la cárcel. But the man put me to be the chief in the prison. En fangelsistjórinn lét mig vera yfir fangelsinu. El que era el jefe de la prisión me puso como jefe ahí también. And then later I became the governor of all Egypt. Og svo var ég gerður að yfirmanni yfir öllu Egyptalandi. Y luego me pusieron como jefe de todo Egipto. And then my brother came and saw me there, I was the chief. Og svo kom bræður mínir og sá að ég var þarna bara yfir öllum. Y luego mis hermanos llegaron y vieron que yo era jefe de todos.
So when something wrong happened in our life, Þannig að þegar eitthvað slæmt gerist í okkar lífi, cuando algo pasa malo en nuestra vida, we have to trust that God is leading everything. þá þurfum við að treysta því að Guð að leiða allt til góðs. Tenemos que confiar en Dios en que va a guiar todo hacia el bien. Sometimes He's just let that happen with us so He can put us to be the chief of everything. Stundum hann að láta okkur fara í gegnum erfiða hluti svo hann geti sett okkur og gert okkur hátt sett yfir einhverju mikilvægu. A veces nos pone a sufrir, Dios permite eso, para que después podemos ser jefes de algo muy importante. So when something go wrongs in your life, just pray to God and ask Him direction, and He will lead you to in everything in your life. Þannig að þegar eitthvað gerist slæmt í ykkar lífi, þá skulum við biðja til Guðs og biðja hann að leiða ykkur. Entonces, cuando algo sucede malo en sus vidas, hay que pedirle a Dios para que Él los guíe y que los bendiga. Okay? Let's pray always to God. Amen. Good. Good morning, everybody. Góðan daginn. And I want you to greet everybody now that beside you. Við langar að biðja ykkur að heilsa öllum sem eru við hliðina á ykkur. Quiero que saluden a todos los que están a su lado. Hi. Hi. Nice to see you. Feliz sábado. Javier. Feliz sábado. Let's start then. Oh, we have started already. And today we are going to have a nice feast, a spiritual feast here. Í dag þá munum við vera með andlega veislu hér í dag. And we are going to have the baptism of four brothers, Og það three verður brothers and one sister. Það verður skýrt með vinum okkur hérna fremst, 4. And it's good to take the decision for God. Það gott að taka ákvarðan fyrir Guð. And sometimes people just take a long time to decide for God. Og það tekur suma lengri tíma en aðra til að taka ákvarðan að fylgja Guði. Okay, just waiting here, the slides to come. Ég að bíða eftir að komi hérna upp myndir á skjáin. Yeah, that's it. Thank you. And I'm going to tell you one true history about one man. His name is Archias. Ég ætla að segja ykkur sögu mann sem heitir Archias sem sönnsaga. And Archias, he was a Greek man. Hann var grískur. And he was really a big chief in his land. He was minister at his land in Greece. Hann var yfirmaður í landinu sínu í Grikklandi. And he was very famous, but he was not very popular. Hann var frægur en hann var ekki mjög vinsæll. And due to his impopularity, Og vegna þess að hann var mjög vinsæll, many people started to plot against him.
Þá byrjuðu margir að reyna að mynda samsæri gegn honum. They tried to conspirate and they said, we are going to kill him. Og þeir ákveðu að sína á milli að þeir myndu drepa hann. And the day came when they had already plotted to kill him, Og dagurinn kom þegar þeir voru búin að ákveða að drepa hann. but he didn't know anything. En hann vissi ekkert það. He was in feast. Hann var í veislu. He was with his friend just having pleasure in his life. Og hann var bara að njóta lífsins. And when he was there with all his friends in feast, and the people outside was planning out today we're going to kill him. Og þeir voru þarna þennan dag að ákveða að drepa hann. Then one friend from Athens Svo kom vinur frá Aþenu knew that this plot was going to take place to kill him. og þau vissu að þetta var að fara fram. So he wrote a letter for him Þannig að hann skrifaði bréf fyrir hann and asked somebody to go there where he was and take this letter to him. og baði einhvern að fara með bréfi til hans. And this messenger came very quickly running to the place he was and knocked the door and said that he was with a message for him. Og hann, þessi boðberi hljóp hratt heim til hans og kom og sagðist vera með skilabóð til hans. And he was among all his friends, but he opened the door and so this messenger could come in. Hann var þarna með vinum sínum en opnaði dyrnar og hleypti sendibóðanum inn. So he gave the letter to him, Gaf honum bréfið to Archias, and said, Archias, the person that gave me this letter to take to, said this is very, very important. You must read it. Já, og sendibóðin sagði við hann og lét hann fá bréfið og sagði sá sem lét mig að fá þetta bréf sagði að það veri afar mikilvægt fyrir þig að lesa þetta bréf sem fyrst. And he said, this is very, very serious matter. Þetta mjög alvarlegt. And then Archias just laughed when he took the letter Og hann hló bara þegar tóku bréfinu. and said, if this very serious matter, can you wait for tomorrow? Ef þetta mjög alvarlegt þá getur það beðið til morgundagsins. And he didn't open the letter to read. Og hann opnaði ekki bréfið. And that same night, Og þetta sama kvöld they went inside where he was fór hann þarna inn and killed him and all his friends together. og þannig fóru þessir einstaklingar inn og drápu hann og alla vini hans. And this is one lesson for us. Þetta eitthvað sem við getum lært af. Because sometimes we receive the word of God and we say, not today, I will live for tomorrow. Af því að stundum fáum við skilabóðin frá Guði og við segjum ekki í dag, frekar á morgun. And tomorrow can be too late for us. Og morgun getur þá verið of seint fyrir okkur. It happened with Archias. Og það gerðist með Akías. He did receive the message that they were going to kill him, but he said, live for tomorrow. Hann fékk þessi skilabóð að þeir væri að fara að drepa hann, en hann sagði það getur beðið til morguns. So, my friends, we are thankful that you took your decision today. Þannig að kæru Not today, to baptize today, of course. Kæru vini, við erum þakklátt fyrir það að þið hafi tekið ákvörðun að taka þessi ákvörðun að skýrast hér í dag. And the message of God for us, Skilabóðin frá Guði til okkar just a minute. It's not working. Okay. No. I think I need help. It's not working. Whoa.
Okay, it's working now. Núna virkar þetta. The gospel the first thing that the gospel is talking about the baptism. Guðspjallið það byrjaði þarna við að tala skírn. And when the Bible just started like that in Matthew, when John the Baptist appeared, Og Matteus segir að þegar að Jóhannes skírari birtist, he was preaching in the wilderness of Judea, þá var hann að predika í óbyggðum Júdeu. then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan. Og svo fór hann menn streymdu til hans frá Jerusalem, allri Júdeu og Jordanbyggð. And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Létu skýrast af honum í ánni Jordan og játuðu syndir sínar. So this was the beginning of the gospel. Svona hófst Guðspjallið. And there is in Matthew 28:18 to 19, it was the end of the gospel. Og svo þegar förum í lok Guðspjallsins í kapla 28, And it was read today. sem var verið að lesa áðan. So the beginning talks about baptism and ends with baptism. Þannig í byrjun talaði skírn og í lokin talaði skírn. So baptism is very important in the Bible. Þannig að skírn mjög mikilvæg í Biblíunni. And what does symbolize baptism? Hvað merkir skírnin? I'm trying to. Maybe you can lift it up. Like Uh, this. No, Don't. that in that direction. It's not working. No, Is it turned off, maybe? it is. Oh, you just can turn for me when I say, yeah, thanks. What happened with the sinner at the baptism? Hvað gerist með syndaran þegar hann skírður? And see what happened here. The Bible tells us. Next. Og þetta í Postulasögunni 22:16. It says, and now why tarriest thou? Arise and be baptized and wash away thy sins, calling on the name of the Lord. Hvað dvelur þig nú? Rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. So here it says that what happened when the person is baptized. Og hérna sagt hvað gerist þegar fólk skýrt. Wash away thy sins. Þvoið burt syndir ykkar. When you come out of the water, you are clean. Þegar þið komið upp úr vatninu þá þið hrein. It is a ceremony that the Bible says very clear. Wash away, clean everything in the past. You come as a new child. Og þarna kemur fram í Biblíuna að þið komið upp úr vatninu alveg tandur hrein. Laus við synd. Yeah. And there are many different types of baptism today. Nú það margar aðferðir við að skýra í dag. There's about 15 different ceremonies about the baptism. Það til allavega 15 mismunandi aðferðir við að skýrast. And also they are baptized children. Og það líka verið að skýra börn. But what does the Bible says? How many type of baptism we have? En hvað segir Biblían skírnina? Hversu margar tegundir af skírn til? Okay, let's see. One Lord, one faith, one baptism. Og þarna kemur fram í Efesus 4:5, einn drottinn, ein trú, ein skírn. Only one baptism. Aðeins ein tegund af skírn. And this kind of baptism is in the Bible how we should baptize. Og þessi tegund af skírn kemur fram í Biblíunni. And even though there's 15 different kinds of baptism, only one is correct. Þó það séu til 15 aðferðir þá bara ein rétt. So what's the meaning of baptism? Hvað þýðir þessi skírn? It's here. The word baptism and comes from the word baptizo from Greek.
Þetta orð baptism á ensku kemur frá baptizo og grísku and explain what does it mean in the Bible. sem skýrn á íslensku og það útskýrt í Biblíunni Colossians 2:12. í Kólsabrifi 2:12. Buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who had raised him from the dead. Þegar þér voru greftraði með Kristi í skírninni voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs vakti hann upp frá dauðum. So the baptism means that you are buried with Christ. Það þýðir það að þú greftraður með Kristi. And then as Christ raised also from the tomb, Alveg eins og Kristur reis frá dauðum upp úr sinni gröf, when you are raised from the water, you are raising with Christ also. Þegar þú ríst upp á vatninu þá ertu að rísa með Kristi upp til lífs. So the symbolism is your identification with Jesus. Þetta merkir í rauninni skilríki þitt með Jesú. So today you are going to pass the same experience as Jesus also. Og nú ætlið þið að gera einmitt alveg eins og Jesús gerði. And you are going to receive Jesus in your heart. Og þið munu fá Jesús í hjartað ykkar. And Jesus is our example of baptism. He went to the Jordan River. Jesús, hann okkar fyrirmynd. Hann fór í ána Jordan. And says and it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And straight away coming out of the water, he saw the heavens opened and the Spirit like a dove descending upon him. Og í Markus 1:9-10 kemur fram, svo bar við á þeim dögum að Jesús kom frá Nasaret í Galileu og var skírður af Jóhannesi í Jordan. Leið og hann sté upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast upp og andan stíga niður yfir sig eins og dúfu. Okay, and also here more in the Romans 6:4. Og kíkjum á Rómverjabréf 6:4. Says that therefore we are buried with him by baptism in death, that like as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Vér því dánir og greftraði með honum í skírninni, til þess að lifa nýju lífi, eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. So we have to live now like Jesus. Þannig að nú eigum við að lifa lífinu eins og Jesús gerði. Use the expression newness of life. Þannig verið að tala að lifa nýju lífi. So your style of life in the past that you were doing that was not according to the Bible, you just have to forget. Þannig að ef að þið lifðið einhverjum lífstíl sem var gegn Biblíunni, þá þarf að hætta því. Have to live a newness of life. Við þurfum að lifa nýju lífi. How important is baptism? Hversu mikilvæg skírnin? Here in Acts, I think they jumped away. Okay. How important is baptism? It says here, now don't wait any longer. Get up, be baptized, and wash away your sins. Trust in Jesus to save you. Í Póstólsögunni 22:16 segir, hvað dvelur þig nú? Rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. So this important of baptism is that you are going to wash your sins. Það mikilvæga varðandi skírnina að nú að fara að þvoast af manni allar syndir. And another importance of baptism, we need to understand and to do what we need to understand and to do to be baptized. Og hvað það sem við þurfum að skilja og gera til þess að vera skírð? Just one thing here. Yeah, I think I took away from here. It's here, but it's not there. Okay, but okay. Matthew 28:19 and 20 says like this, what we need to do to understand to be baptized. Og í Matthew 28
28, vers 19 til 20, þar kemur fram hvað við þurfum að hafa til að skýrast. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And I will be with you always to the end of the age. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðað yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Okay, one thing that we need to understand is like this. When you are going to get baptized, Eitt sem við þurfum að skilja þegar þið eru að fara að skýrast, we have to receive the teaching of Jesus and to obey everything that it is in it. við þurfum að læra það sem að Jesús kendi okkur og halda allt það sem að hann hefur boðið okkur. He said, everything that I have commanded you. Allt sem að ég hef kent ykkur. So, why you need to obey everything that Jesus commanded you? Af hverju þurfum við að halda allt sem Jesús hefur boðið okkur að gera? Because now you're going to be like Jesus. Af því að nú munu þið verða eins og Jesús. When people look at you, they want to see Jesus in you. Þegar að Jesús sér þig, þá vill fólk sjá Jesús í þér. Just why you have to do everything like Jesus did it. Þess vegna þurfum við að gera allt eins og Jesús gerði það. So in Mark 16:16 says like that also what we need to understand and to do. Og í Markus að Guðspjalli 16:16, þar getum við líka að sé hvað við þurfum að gera. Whoever believes in and is baptized will be saved. Whoever does not believe will be condemned. Sá sem trúir að skýrist mun hólpinn verða, en sá sem trúir ekki mun fyrir dæmdur verða. So there is two opposite here. Þannig að það eru hérna tvennt sem er í mótsögn. The person that believes and is baptized will be saved. Sá sem trúir og skýrist, hann mun frelsast. And the one that is not baptized will be lost. Og sá sem ekki skýrður mun glatast. So the baptism is needful for the person to be saved. Þannig að það nauðsynlegt fyrir einstakling að skýrast til þess að frelsast. And if the person knows about the baptism and say, I don't want to get baptized, Og ef fólk veit skýrnina og segir ég vil ekki skýrast, and this person then will not be saved. þá mun sá einstaklingur ekki frelsast. So your decision today, because you want to be saved, thanks God for that. Og þið hafið tekið ákvörðun að skýrast vegna þess að þið viljið frelsast. And you are following what Jesus said for us to follow. Og þið eru að fylgja Jesú eins og hann sagði okkur að gera. And also here, and we need to understand, is in Acts 2:38. Og við förum í Póstulnarsöguna, annar kafla, 38. vers. Peter said to them, each one of you must turn away from your sins and be baptized in the name of Jesus Christ so that your sins will be forgiven and you will receive God's gift, the Holy Spirit. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. It means, turn away means repent. Og það stendur hérna gjöra iðrun. And of course, we are sinners. We are here, we are sinners. Við erum öll hérna inni sem syndarar. And there are some things in our life sometimes we like to do that's not right to do it. Og stundum finnst okkur gaman að gera það sem ekki rétt að gera. And God is saying here to us, repent about that. Og Pétur segir að við eigum að iðrast. Stop to do what is wrong. Hætt að gera það sem rangt. Turn away. Snúa okkur í burtu frá því. And get baptized. Og skýrast. So that's one purpose also, baptism. When you turn away from your sins, you can get baptized. Og þetta líka tilgangur skýrnarinnar að snúa okkur frá syndinni í lífi okkar og skýrast svo. And also Peter says to us, Svo segir Pétur við okkur, 1 Peter 3:21, í 1. Péturs bréfi 3:21, and that water is like baptism, which now saves you. Baptism is not the washing of dirt from the body. It is asking God for a clean conscience. It saves you because Jesus Christ was raised from death.
Með því var skírnin fyrirmynduð sem nú einnig frelsariður, hún sem ekki hreinsun óhreininda á líkamannum, heldur bæn til Guðs góða samvisku fyrir upprisu Jesú Krists. So Peter is saying here, you're not going to take a bath today. Þið eru ekki að fara í bað í dag, segir Pétur. Peter is saying you're going to wash your mind. Nú eru þið að fara að þvo hugan ykkar. You're going to take what is wrong inside your mind. Taka úr það sem ekki í lagi inni í huganum. He says here, he's asking God for a clean conscience. Þetta bæn til Guðs góða samvisku. Just why we need to get baptized, to have a clean conscience. Þess vegna þurfum við að skýrast til þess að öðlast hreina samvisku. And also, Acts 8:37. Og Apostolsson 8:37. Something that we have to do also to get baptized. And Philip said, if thou believest with all thy heart, you can. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Já, það því miður búið að taka þetta vers úr biblíunni okkar, en þarna stendur að Filippus hafi sagt, ef þú trúir af öllu hjarta, þá máttu skýrast, og þá svaraði hann og sagði, ég trúi að Jesús Kristur sé sonur Guðs. So you have to believe with all your heart. Þannig að þú þarft að trúa þess af öllu hjarta. And if you believe with all your heart, you can get baptized. Og ef þú trúir þess af öllu hjarta, þá getur þú skýrst. Also, something else, it's needful to learn to be baptized. Svo annað sem við þurfum að læra þegar við skýrumst. And Jesus is saying in John 3 and 5. Og Jesus segir í versi 3 og versi 5. Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Jesus svaraði honum, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýjum. And verse 5, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Og svo í 5. versi kemur fram, Jesus svaraði, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komið inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Oh, Jesus is very clear here. Þarna Jesus mjög skýr. If you want to be saved, you have to get baptized. Ef þú vilt frelsast, þá þarft þú að skýrast. Because he says he cannot enter the kingdom of God if you are not baptized. Og það kemur hérna fram, þú getur ekki komist inn í konungsríki Guðs ef þú ert ekki skýrður. Because baptism is the washing of the sin, and no sinner can enter the kingdom of God. Vegna þess að þegar við skýrumst, þá fáum við hreinsun synda okkar og syndari kemst ekki inn í himnaríki. So just why baptism is needful for us to enter the kingdom of God. Og þess vegna þurfum við skýrnina til að geta komist inn í himnaríki. And something else here in Acts 2:41 and 47. Og í Apostolsögunum 2:41. It's the church attendance important. Og það mikilvægt að fólk komi í kirkju. Because some people, they just get baptized and then after, no, I baptized, I stop to go to church. But see what the Bible says here. En það sumir segja, já, ég ætla að skýrast en hætta svo að koma í kirkju. En hvað segir Biblían hér? Baptism alone is not that saved you. Baptism is a ceremony that's needful, but you have to live like a Christian. Já, skýrnin nauðsynleg, en hún mun ekki frelsa þig ef þú lifir ekki eins og kristinn maður á að lifa. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir, og þann dag bættust við 3,000 sálir. And 47, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en Drottinn bætti daglega við í hópinn þeim frelsast létu. So the people that want to be saved has to come to church. Þannig að fólk sem vill frelsast þarf líka að koma í kirkju. Church is not something that men
invented himself. Kirkjan er ekki einhver uppfinning manna. Church is from God. Kirkjan er frá Guði Church belongs to God. og hún tilheyrir Guði. And we come here because of God. Og við komum hingað vegna Guðs. We don't come here because of our friends. Of course, we love our friends. We love our brothers and sisters. But we come here because of God. Við komum ekki hérna vegna vinana, okkur þykir vænt vini okkar og trúsískinni, en við komum hérna vegna Guðs. Because we come here to worship Him. Við komum hingað til að tilbiðja hann. We come here because we love Him. Við komum hér af því við elskum hann. We come here because He lives within us. Við komum hér vegna þess að hann býr hér innra með okkur. And this is His house. Og þetta er hans hús. So we come here to worship Him. Þannig að við komum hingað að tilbiðja hann. And the last text that I'm reading is this one here. Og síðasti texti sem ég ætla að lesa er þetta hér. Marks 1, 9 and 10. Markus og Guðspjall 1, 9-10. And see what's happening here. Sjáu hvað er að gerast hér. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. Svo bar við á þeim dögum að Jesús kom frá Nasaret í Galileu og var skírður af Jóhannesi í Jórdan. And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him. Leið og hann sté upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast upp og andan stíga niður yfir sig eins og dúfu. And there came a voice from heaven saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Og rödd kom á himnum, þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. So this voice that Jesus heard, Þessi rödd sem Jesús heyrði, today we don't hear, við heyrum hann ekki í dag, but God says the same to you. en Guð segir samt það sama við þig. When you go out of baptism, Þegar þið komið upp úr vatninu, God will say to you, You are my beloved son, Og my þá- beloved daughter. þá segir Guð við þig, þú ert minn elskaði sonur, þú ert mín elskaða dóttir. So today you are starting a new life with Jesus, Nú erum við að byrja nýtt líf með Jesú, son and daughter of God, synir og dætur Guðs, through the baptism. í gegnum skírnina. God bless you. Við Guð blessa ykkur. Við þökkum Ósi kærlega fyrir þessa, fyrir ræðuna. Thank you, Ossi, for this good sermon. Ósi er farin til að klæða sig fyrir athöfnina. Ossi is going to the other room to get changed. En við erum svo lánsöm og glöð og ánægð í dag We are very happy and very lucky today að það eru hér 4 einstaklingar sem ætla að gefa líf sitt Guði. Here we have 4 individuals that will give their lives to Jesus. Og við byrjum á því að fara með skírnar, eða biðja þau að fara með svona skírnarheit. And we're going to begin with the baptismal vows. Og ég ætla að biðja Pálo að koma upp. Paulo, please come up here.
Ustedes también están bienvenidos aquí con Bið að Paulo. Jean-Pierre og Marianne og Hósi líka að koma. Ujú. Við erum svo heppin We are so lucky. og blessuð að við tölum mörg tungumál. Estamos muy felices y contentos de saber hablar muchos idiomas aquí. Þannig að við fáum að hafa skírnarheitin á 3 tungumálum. We're going to have the baptismal vows in 3 languages. Vamos a tener los votos bautismales en 3 idiomas. Svo ég les það á íslensku Yo lo voy a leer en islandés. I'm going to read it in Icelandic. og síðan fær Vigdís að lesa, ég get líka að reyða það á ensku reyndar. Já, þú gerðu vilt. það, gerðu það. Ég mun lesa það síðan aftur á ensku. Og svo, já, pero ellos no tienen... Já, þú lest á ensku, yo voy a leerlo en español. Og Vigdís lesa það á spænsku, svo ég þýði spænskuna. Þetta hið svo kallega skemmra skírnarheit. Son los votos más cortos. Veitir þú viðtöku Jesú Kristi sem persónlegum frelsara og drottni þínum og óskar þú að lifa í frelsandi tengslu við hann? Do you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord, and do you desire to live your life in a saving relationship with him? ¿Acepta usted a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y desea vivir en una relación salvadora con Él? Viðurkennir þú kenningar Biblíunar eins og þær eru setta fram í grundvallar kennisetningum 7. dags aðventista og heitir þú því fyrir náð Guðs að lifa í samræmi við þær kenningar? Do you accept the teaching of the Bible as expressed in the Statement of Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church, and do you pledge, by God's grace, to live your life in harmony with these teachings? Queridos amigos, ¿acepta usted las enseñanzas de la Biblia tal como se expresan en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista? Por la gracia de Dios, vivir en armonía con dichas enseñanzas? Amen. Æskir þú þess að taka skírn og sína þannig opinberlega að þú trúir á Jesú Krist og óskar þú að sameina samfélagið safnaðar 7. dags aðventista og styðja það í ætlunarverki sínu sem trúr ráðsmaður með áhrifum þínum, tíund, gjöfum og þjónustu? Do you desire to be baptized as a public expression of your belief in Jesus Christ, to be accepted into the fellowship of the Seventh-day Adventist Church, and to support the church and its mission as a faithful steward by your personal influence, tithes and offering, and a life of service? ¿Desea usted ser bautizado como una expresión pública de su fe en Cristo para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y su misión como un fiel mayordomo a través de su influencia personal, sus diezmos y ofrendas y una vida de servicio? Amen. Amén. Takk. Þá þakka ég ykkur kærlega Gracias. og ég ætla að biðja, við skulum hafa bæn. Vamos a orar. Let's pray. Kæri himneski Faðir, Querido Señor Celestial, dear Father in heaven, við þökkum þér fyrir bræður og systur okkur hér í dag. queremos darte gracias por nuestra hermana y nuestros hermanos aquí. I want to thank you for our brethren here Og fyrir þá æðislu ákvörðun sem þau hafa tekið. and for this wonderful decision they have taken, por esta decisión tan maravillosa que han tomado. Það er ekkert betra en að gefa líf sitt þér. No hay nada mejor que dar la vida a ti. There's nothing better than to give one's life to you. Við biðjum þess að þessi dagur með vera þeim ævarandi blessun Que este día sea una gran bendición para ellos, para toda la eternidad. May this day be a blessing for all eternity for them. og leiðaljós til annara. Y también una luz de guía para otros. Also a light to guide others. Að taka sömu ákvörðun
para que tomen la misma decisión, so that others will take also the same decision. Að gefa Guði líf sitt. Para darle su vida a Jesús, to give God their life. Við biðjum þess í Jesú nafni. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ahora se pueden sentar. Það ekki, getur þau ekki fara að fengja sér sæti? Jú, en ef kannski bjóð honum að fara beint, svo það er ekki fara mér. Sí, se pueden sentar, pero Paulo líka fara niður. Já, bara, já. Sí, siéntanse. Við munum hafa þann háttinn á að syngja inn á milli úr salminu nr. 276 og aumur sem ég er. We're going to sing the hymn, each verse for each baptism. Og við skulum syngja fyrsta versið. Today to be with Paulo here Við erum glöð að vera með Paulo hér í dag because he accepted Jesus as his savior því að hann tók við Jesús sem sínum frelsara and he took a decision to to give his life to Jesus today through the baptism. og hann hefur tekið ákvörðun að gefa Jesú líf sitt í dag með skírninni. So dear brother Paulo, Kæri bróðir Paulo, as your decision to follow Jesus, þar sem það þín ákvörðun að fylgja Jesú, I as a minister of God ég sem þjónn Guðs baptize you in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. skýr ég þig í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Amen. Þá er hérna
komið að Marianne och Ja. Jean-Pierre. Ja, nu. Jean-Pierre och Marianne, quieren estar juntos en la alberca mientras que... ¿Y con Josué también? ¿Ya? Váyanse los tres. Sí, 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 sí. Já, þau ætla að fá að fara all þrjú saman í laugina. Við erum glöð að hafa heila fjölskyldu hér. Estamos muy felices de tener una familia aquí. Og þau ákváðu öll þrjú að gefa hjarta sitt til Jesú. Y ellos tres decidieron dar su corazón a Jesús. It is very important for them and very happy up in heaven. Þetta mjög mikilvægt fyrir þau og mikil gleði á himnum vegna þessa. Es muy importante para ellos, pero también hay mucha felicidad en el cielo por su decisión. And for everyone that is here that are witnessing also this precious moment. Og líka fyrir alla þá sem eru vitni að þessari fallegu stund. También para todos los que están testigos de este bello momento. And I just invite you, don't go home. Because after the baptism, when they change the clothes, we are going all together here, take a picture with them. All of us here, we're going to come up here and take a picture. And we say, all of here, I don't know who's going to take the picture, of course. Já, og þegar að þau eru búin að skýrast, þá við byggjum ykkur að fara ekki alveg strax, því við ætlum öll að taka mynd af okkur saman með þeim. Entonces, después del bautizo, les pido que no vayan de la iglesia porque queremos tomar la foto junto con todos ellos. So it's a pleasure to baptize you, Mariana. Mariana, es un placer bautizarte. Mariana, það mikil heiður fyrir mig að skýra þig. Because you have accepted Jesus as your Savior. Porque tú has aceptado a Jesús como tu Salvador. Þú ert búin að taka þá ákvörðun að Jesús þinn frelsari. And you are baptized now for the forgiveness of your sins. Y ahora vas a ser bautizada para que recibas perdón de tus pecados. Þú munt vera skýrð fyrir fyrirgefningu synda þinna. And I, as a minister of the gospel, Og ég sem þjótt Guðspjallsins, yo como el siervo del ministerio, baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tenemos a este señor. Hier erum við með þennan mann. And he is going to also show his witness to everybody here that he accepts Jesus as his Savior. Y él va a dar su testimonio a todos nosotros que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Og hann mun gefa vitnisburð hér í dag að hann hefur tekið á móti Jesú Kristi sem sínu frelsara. And as you have accepted Jesus as your Savior, Y así como has aceptado a Jesús como tu Salvador, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, for the forgiveness of your sins. para el perdón de tus pecados. Amen. Amén.
accept Jesus as the Savior. Och sonurinn hefur líka tekið ákvörðun að fylgja Jesu. Y el hijo también ha aceptado a Jesús como su Salvador. And I imagine the happiness of the parents. Estoy imaginando la felicidad de los padres. Ég að ímynda mér gleði foreldrana. And I also imagine the happiness in heaven. Og ég líka að hugsa gleðin á himnum. También estoy pensando en la felicidad que hay en el cielo. As you have accepted Jesus as your Savior, Así como tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. So, I believe that everyone here is happy like myself. Ég trúi því að allir hér inni séu glaðir eins og ég. It's not because of the ceremony itself. Ekki vegna athafnarinnar sjálfrar, It is because of salvation. heldur vegna frelsunarinnar. Because these people that decided to get baptized, Því að þetta fólk sem tók ákvörðun að skýrast, they want to be saved. þau vilja frelsast. They want to go with Jesus when he comes back to take us home. Þau vilja fara með Jesús þegar hann kemur að sækja okkur heim. And now we are one family. Og nú erum við ein fjölskylda. And we have to support each one. Og nú þurfum við að styðja vel við hvort annað. We have to help them to grow spiritually. Við þurfum að hjálpa þeim að vaksa andlega. Because they are like children. Þau eru eins og börn. And we are old in the church. We have to love them with all our heart. Og við í þessari kirkju þurfum að elska þau af öllu hjarta. So, my friends, that's our task. Þetta er verkefnið okkar, kæru vinir. This is what God expects from us. Þetta er það sem Guð væntir af okkur. As we are growing spiritually, we help them to grow also spiritually. Þegar að við erum að hjálpa þeim að vaksa andlega, þá vöksum við líka andlega. And I just would like to ask if somebody here that didn't get baptized Mér langar að spyrja eitthvað hér inni í dag sem hefur ekki skýrst, and want to prepare for the next baptism, myndi vilja undirbúa sig fyrir næstu skýrð and want also to prepare, amen, also want to prepare yourself for the kingdom of God. og að þið vilja undirbúa ykkur sjálf fyrir konungsríki Guðs. Anybody else? Thank you, Einhver annar? thank you. Já. Please come here. I'm going to Já. pray for you. Ég ætla Is að biðja anybody fyrir þér. else here that also wants to prepare? And I'm going to pray for you at this moment. Ég ætla að biðja God bless fyrir you. þér í dag. Er eitthvað annar hérna inni sem myndi vilja koma fram og öðlast taka ákvörðun að skýrast? Ég ætla að biðja fyrir þér líka. Anybody else wants just do a prayer now? I'm not going to baptize you now, but just a prayer for you if you're not baptized. Einhver annar sem vill bæn, ég ætla ekki að skýra þið núna, bara seinna. Okay, then I'm going to pray. Við ætlum að biðja saman. Vamos a orar. Okay, let's pray then. Við skulum biðja saman fyrir honum José Eduardo. Dear Heavenly Father, which art in heaven, Kæri Fadir, þú sem ert á himnum, querido Señor que estás en el cielo. we are so glad because this
4 brothers got baptized today. Við erum svo glöð yfir þessum 4 sískinum sem voru skírð í dag. Estamos tan felices por estos 4 hermanos que fueron bautizados el día de hoy. And also here, Jose Eduardo Y aquí José Eduardo then took his decision also to get baptized. ha tomado esa decisión de ser bautizado. Hann tók þessa ákvörðun að vera skírður. We are so happy with him. Estamos tan felices con él. Vi erum svo glöð. We ask you to bless him. Te pedimos que bendigas al Señor. We ask you to guide him in his way, growing spiritually, prepare himself for the baptism. Y también queremos pedirte que lo guíes espiritualmente hasta que llegue su momento de ser bautizado. Bíðum þig að leiða hann einnig og blessa. We ask you to give him your Holy Spirit. Te pedimos que le des de tu Espíritu Santo. Viltu gefa honum heilagan anda þinn. And we ask you to also to bless the church today that we are together here to worship you and worship you in spirit and truth. También pedimos que bendigas a esta iglesia y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. Við byggjum að þú megi hjálpa okkur hér í kirkjunni að tilbiðja þig í anda og sannleika. And I ask you to forgive all our sins in Jesus' name. Amen. Te pido que nos perdones todos nuestros pecados y bid að þú megi fyrirgefa okkur allar okkar syndir. Í Jesú nafni. Amen. Það er þá komið að því að við ætlum að hafa söngstund og við munum hefja söngstundina og syngja sálmi nr. 384, Gefðu gætur að Jesú. Now let's sing some hymns while we are waiting for the people to get ready. 384. Skulum við syngja sálmi nr. 348,
Ég vil fylgja frelsarann. Við skulum syngja áfram og syngja salmi nr. 146. Ég mun brátt sjá auglið Jesú. Amen.
höldum áfram að syngja og syngjum næst sálminn nr. 361, Drottinn er skjól. Syngja og syngjum sálminn nr. 210, Þú himindjúpa helga náð. Þú
Þá langar mig til þess að bjóða skírnarþegana aftur velkomna upp á svið. Again, I want to invite you to come up here to the sviðið. Les invito a venir aquí al escenario, por favor. Mér langar til þess að biðja fyrir ykkur. Quiero empezar a orar por ustedes. I want to start with praying for you. Mér langar, og ég mun krjúpa til bænar og þeir sem treysta sig til með að krjúpa með mér. Y los que pueden hincar, vamos a hincar juntos. Let's kneel if we are able to do that. Kæri himneski Faðir, Querido Señor que estás en el cielo, dear Father, you that art in heaven, við komum fram með fyrir þig aquí estamos delante de ti, here we are before you, á þessum gleði degi en ese día tan feliz, in this happy occasion, on this day. Það bæði gleði hér á jörðu Aquí hay felicidad en la tierra, we have great joy here on earth, yfir bræðrum og systrum por nuestros hermanos y hermanas, for our brethren. en við vitum líka að það mikill fögnuður á himnum. Pero sabemos también que hay una gran felicidad en el cielo. So we know that there's also great joy in heaven. Í ritningunni stendur að fyrir hverjum og einum sem gefur líf sitt þér sé mikill fögnuður á himnum. En la escritura dice que para cada alma que se entrega a ti hay un gran gozo en el cielo. It says in the Bible that for every soul that gives his life to you, there is great joy in heaven. Kæri Faðir, ég bið þig að blessa hann Pálo og líf hans. Querido Padre, quiero que bendigas a Paolo y a su vida. Dear Father, I want to ask you to bless Paolo and his life. Að þú megi leiða hann og þinn heilagi andi megi vera með honum. Que lo puedas guiar y que tu Espíritu Santo pueda estar con él. That you may guide him and give him your Holy Spirit. Að hann megi vera sendiboðið þinn. Que él pueda ser el que es guiado por ti. That you may send him forward as your messenger. Og þú megi blessa hann alla daga hans. May you bless him all of his days. Que lo bendigas todos sus días. Kæri Faðir, ég bið þig líka fyrir Jean-Pierre og Mariana. Quiero también, querido Padre, pedir por Jean-Pierre y Mariana. Að þú megi blessa þau. I ask you, dear Father, that you may be with Jean-Pierre and Mariana, that you may bless them, que los bendigas. Þú megi blessa þau í daglegu lífi og amstri. Su vida diaria, also that you may bless them, their everyday life. Í uppeldi og hlutverkum föðurs og móður. Siendo padre y madre, enseñándole a sus hijos, as parents, guiding their children. Að þú megir blessa þau og vera með þeim. Que los bendigas y que siempre estés con ellos. That you may bless them and be always with them. Og að þú megir útdeila þínum heila anda yfir þig. Y que tú puedas derramar tu Espíritu Santo sobre ellos. That you may give them your Holy Spirit, pour your Holy Spirit over them. Og kæri Faðir, ég bið einnig fyrir José. También, querido Padre, quiero orar por Josué. José er að gefa líf þitt sé hér í dag. Josué está dándote a ti su vida aquí el día de hoy. Josué is giving his life to you, dear Father, today. Í ungdóm sínum. En su juventud, in his youth. Við biðjum þig að þú megir blessa líf hans. Te pedimos que bendigas su vida. We ask you to bless his life. Að þú megir vera með honum. Que tú estés con él, that you may be with him. Og leiða hann á öllum hans vegum. Y que lo guíes en todos sus caminos.
that you may guide him in all his ways. Kæri faðir, Querido Padre, dear Father, þú þekkir áform þín fyrir hvert og eitt þeirra. tú conoces el plan para cada uno de ellos. You know the plans that you have for each and every one of them. Þú þekkir öll þeirra höfuðhár, Conoces cada cabello que tienen. You know each hair that they have. við biðjum þig að þú meir hjálpa okkur sem söfnuður, Y te pido que nos ayudes como iglesia. I ask you to help us as a church. að styðja þau í mótlæðindi, Que seamos apoyo para ellos en cualquier dificultad. That you may help us to be a support for them if they're going through difficulties. og samgleðast á tímum gleðifregna. Y que podamos ser felices con ellos cuando ellos están felices. That we also may rejoice with them when they are rejoicing. Við biðjum þig enn og aftur Otra vez te pedimos, we ask you again, að halda utan þau og verðmæta þau öll, que tú los cuides, que los proteges, that you may watch over them and bless them allt til síðasta dags, hasta el día final, until the last day, þegar þú kemur í skýjum. cuando tú regresas en las nubes, when you return in the clouds. Í Jesú nafni, En el nombre de Cristo Jesús, in the name of Jesus Christ. amen. Amen. Mér langar til að biðja Dór Vilja að koma hér upp. Can you please, Dovile, come up here? Það er nefnilega eitt formsatrið. There's a formality that we have to do. Og svo að Dór Vilja ætlar að lesa að framkvæma kosningu eða sem sagt taka móti skírnarþefanum í söfnuð. Dovile is going to receive them and ask you to vote for them so that they may be part of our church. Dovile is going to va a leer sus nombres para que ustedes sean parte de nuestra iglesia. Þetta kom svolítið á óvart. This was a surprise, fue una sorpresa para mí. En allir sem samþykja þessa einstaklinga í okkar söfnuður réttu upp hönd. Todos los que aceptan a estos individuos en nuestra iglesia, por favor, levante su mano. Everybody that accepts them in our church, please raise their hand. Einhver á móti. Þá Someone bara that- verið velkomin. Bienvenidos a la Welcome to our iglesia. Bienvenidos. church. Can I go? Við bjóðum ykkur að Before we finish, then we're going to. bjóðum ykkur að taka aftur sæti og eins og Ósi nefndi áðan þá gefst tækifæri til að bjóða betur velkomin eftir spilið. Ahora les invitamos a sentarse aquí de nuevo. Please have a seat here. We're going to have an opportunity to say hi to them when we finish the service. Vamos a tener una oportunidad de felicitarlos después del servicio.
Við skulum syngja loka salminn, salminn nummer 299, Minni sál vegnar vel. Þá skulum við lesa blessunarorðin. Þau eru að þessu sinni tekin úr Júdasarbréfi. Ég bið ykkur að rísa á fætur. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýr sína, lítalausi fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist drottin vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald allar aldir, nú og allar aldir. Amen. Það núna sem við eigum að bjóða hérna upp núna. Já, þá ef það eru engar tilkynningar. So you know ningún annuncio, if there is no announcements. Þá langar ykkur að bjóða